Við höldum áfram með föstudagsþáttinn en þau eru komin hingað til mín vandræðaskáldin Sesselja Ólafs og Vilhjálmur B. Bragason, velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Þið voru með sýningu fyrir þó nokkru síðan sem að þið ætlið að endursýna í góðgerðarskyni. Fyrir þá sem ekki þekkja til sýningarinnar eru til að segja okkur aðeins svona frá því hvað hún fjallar. Já, þetta er sýning sem við byrjuðum að sýna hérna á Akureyri síðastliðið haust og sýndum fengum mjög góðar viðtökur og höfum svo sýnt víðar land í framhaldinu. Sýningin heitir Útför, saga ambáttar og skattsvikara. Það er kannski dálítið kaldhæðnislegt að sýning sem heitir Útför bara neitar að deyja. Við erum alltaf að sýna hana aftur og aftur þegar við erum nýbúin að sýna í Tjarnarbíó í Reykjavík og fengum mjög góða dóma bæði í Fréttablaðinu og hjá fleirum og það voru búin að vera svo, við vorum búin að fá svo margar, og ég segja því svo Ólafur Ragnar, vegna óvissunar í þjóðfélaginu og fjölda áskorana þá ákváðu að sýna einu sinni viðbót. Og bætum betur með því að gera þetta svona góðgerðarskyni. Já. Algjörlega. Og hvers vegna veljið þið Sjúkrahúsið á Akureyri? Það eru þeir sem að hljóta góð saga, ekki satt? Jú, passar. Sko, ég veit ekki, allir sýning kannski fyrst og fremst vegna þess að efni sýningarinnar eins og titillinn gefur dálítið til kynna, saga ambáttar og skattsvikara, að við viljum svona meina það að þetta útskýri sko íslenska þjóðarandana við séum annars vegar komin af keltneskum þrælum og svo norskum skattsvikurum hins vegar. Og þessi svona skattsvikara vinkill hefur heldur betur dottið upp í hendurnar á okkur á undanförnum vikum. Við erum alltaf illilega forspá. Já, og við sjáum til þess líka að við verðum eiginlega bara að bæta við sýninguna núna. Við hefum bara workshop núna helgina, bara að bæta við út af þessum síðustu og verstu. Já, og það er kannski skattsvikara vinkillinn í okkur hefur gert það að verkum að heilbrigðiskerfið er orðið að fjársvelt og raun ber vitni og þetta er kannski bara okkar tilraun til þess að leggja okkar á mörkum að því að þetta er jú eitthvað sem skiptir okkur öll, heilsu okkar skiptir okkur öll máli og það að hafa góða heilbrigðisþjónustu á svæðinu er náttúrulega bara ómetanlegt. En það hefur einmitt verið svona svolítið áramótaskaup í sjónvarpinu núna síðustu vikur og mánuði og þessi sýning efni hennar og allt var samið fyrir Tortóla-partíið. Já. Þið hljótið að þurfa að bæta vel í núna og nóg að taka. Blessu vertu við þess, þannig að sko þeir sem eru búnir að koma geta alveg komið aftur því það við þurfum að vinna úr svo miklu sem að hefur komið upp síðan við sýndum í haust. Algjörlega. Þannig að við eigum bara núna, við erum að sýna föstudaginn 13. og happadegi og við höfum viku til þess að gera einhverjar glóríur og vinna úr þessu öllu, úr efni undanfarna mánaða. Þannig að það verður bara fjör. Já, heldur betur. Væruð þið ekki til í að fá eitthvað af þessu fólki sem hefur verið hvað mest í fjölmiðlum og orðað við þessi aflandsfélög og allt þetta á sýninguna til ykkur? Jú, og það var náttúrulega frábært, sko. Algjörlega, ég held að það hefur bara hollt og bara gaman að því að horfa á sig í dálítum svona spegli. Já. Við erum ekkert, það er engin illgirni. Það er engin illgirni, en það er heldur engin vettlingatök. Þetta er beitt en þetta er ekki svona verið að fara í manneskjur, sko. Nei, beitt en fólki blæðir ekki mikið. Nákvæmlega. En nú hefur listinn oft verið notuð einmitt til þess að veita ráðandi öflum aðhald. Finnst ykkur þið vera með svona pínu ábyrgða hlutverk? Finnst ykkur þetta vera mikilvægt það sem þið að gera? Þetta er ekki bara sprell og grín? Já, þetta er svona bæði. Þegar við erum náttúrulega bara pínu að tala um það sem skiptir á svona miklu máli og svona er relevant í samfélaginu, eða þú veist, það sem fólk er að tala um og það sem bara skiptir máli fyrir framtíð samfélagsins. En svo erum við náttúrulega líka að setja þetta í búning sem er skemmtilegur. Þegar við erum ekki bara að segja bara eitthvað, þetta er slæmt. Heldur erum við að svona pínu að gera góðlátlegt grín að því hvað þetta er í rauninni fáránlegt og hjákátlegt hvernig fólk haga sér stundum. Ég held að síðasta sumar þegar við vorum að vinna sýninguna upprunalega þá kom það okkur dálítið í opna skjöldu hversu pólitísku við vorum í raun og veru af því að við lögðum fyrst og fremst upp með það að vera skemmtileg og fyndin og fjallum þennan svona þjóðlega þennan þjóðlega bakgrunn sem okkur langaði til þess að flétta inn í
og svona rannsaka uppruna íslensku þjóðarinnar. En svo bara teygði þetta anga sína inn í samtíman miklu meir en við hefum getað gert okkur í hugarlund fyrirfram. Algjörlega, sko. En myndu við vilja sjá fólk vera kannski róttakara? Nú fer fólk á sýningar og það les pistla það sem er verið að gera grína og svona benda á það sem er að í þjóðfélaginu og svo einhvern veginn heldur að vera áfram við lífið. Væru þið til í að sjá að þetta myndi bara koma að stað einhverju svona revolution? Já, maður veit ekki hvernig maður á að hafa vegna þess að byltingin étur alltaf börnin sín ef að rangt er að henni staðið, sko. En á sama skapi held ég að sé engum greiði gerður með því að vera alltaf að sko halda öllum góðum. Þá er einhvern veginn engin ánægður og ég held að maður verði bara að þora dálítið að segja sína meiningu og eins gera grína hlutunum á dálítið krassandi hátt stundum til þess að vekja fólk til umhugsunar það sem er raunverulega í gangi og ef listamenn þora ekki að taka þá áhættu þá held ég að þeir séu dálítið að bregðast í sinni skyldu. Þetta er líka svo merkilegt að því við erum sko einhvern veginn bara þetta með eins og aflandsreikningana og þú veist tortála og allt þetta að það sem sagt kemur upp að það eru þú veist 600 nöfn í þessum skjölum sem að þýði það að allir á Íslandi þekki einhvern sem er þarna, fattaru. Þú veist og fólk veit bara ekki smæðin stingur. Nákvæmlega. Þannig maður veit ekki, ég held að fólk sé bara í einhverju svona sjokki, bara veit ekki hvernig það á að díla við þessar upplýsingar. Það er bara eitthvað, ég get reiður en ég get ekki sagt þetta vegna þess að þetta er pabbi minn eða frændi minn eða systir mín eða mamma mín eða bróðir minn eða hver sem það er, fattaru. Þannig að þetta er svona, já, þetta er fínt fetaður vegur en þú veist, það verður einhvern veginn að koma einhverju breytingu í samfélagið án þess að drepa fólk, sko. Það er svona... Þetta er fyrsta skrefið. Það er fyrsta skrefið, nákvæmlega, gera grína því. En þið ætlið að halda þessa góðgerðarsýningu og ágóðan rennur til sjúkrahússins á Akureyri. Já. Eigið þið góða reynslu á sjúkrahúsinu á Akureyri? Já. Alveg vissulega. Ég þegar ég var eitthvað, ég veit ekki hvað, 10, 11, 12 eitthvað svoleiðis, þá lendi ég í því að fá stærðar steinhnullung í hausinn á mér og fór upp á sjúkrahús með handklæði og bara það var forsandi, vitið þið hvað blæði mikið úr hausnum á manni? Nei. Það er alveg lítartal, sko. En já, það var 7 spor og það var bara mjög ánægjulegt, mjög vel að því staðið. Það var mjög ánægjuleg aðgerð eftir á að hyggja. Eftir, já. Vili, hefur þú legið inni? Ég hef reyndar ekki legið inni 7, 9, 13, sko, en ég finnst að fólk mér nákomið hefur gert það og þá til dæmis amma lá banaleguna upp á spítala á sínum tíma og mér er sérstaklega minnistætt að það var eiginlega óborganlega fyndið að hún einn af síðustu vikunum þá lá hún upp til hann fyrir það var mikið af gestum hjá henni og kemur hjúkrunarkona sem var alltaf voða indæl við hann inn og gefur henni morfín og amma húsmóðirinn sem hún var og alltaf að hugsa gestina sko segir alltaf ekki að bjóða fólkinu með. Þannig að það er sérstaklega minnistætt. Þannig að ég held að flestir eigi bæði góða og svona erfiða reynslu eða fallega reynslu því þetta er jo eitthvað sem að býður okkar allra. Já. Vissulega. Sýningin er föstudaginn 13. Er það ekki tætt við það? Er það ekki að... Nei, þetta er fínn dagur. Reyndar veit ég að mamma mín, hún keyrði einu sinni í gegnum rúðu á föstudaginn 13. Það er, en það hefði örugglega getað gerst. Það hefði getað gerst hvaða dag sem, ég veit ekki til þess að ég hafi átt nokkuð svona sökótt við þann dag, sko. Nei, en það held ég þá ef eitthvað fyrir úrskeiðis þá verður það hjá okkur, þannig að það er bara skemmtilegra fyrir áhorfendurna þá að verða vitni af því og vera í salnum, missa ekki af því. Töfraleikhúsin, sko. Já. Ef við ættum að andlitið mér sýningu eitthvað. Spennandi, fólk getur þá farið í samkomuhúsið, ekki satt? Samkomuhúsið, já. Og þetta við erum að gera þetta í samstarfi við menningarfélag Akureyrar og það er miðasala bæði hjá þeim og inn á vefnum undir þeirra merkjum ef fólk hefur áhuga á að styrkja þetta góða málefni og hlæja kannski dálítið í leiðinni. Já, en þið ætlið að gefa okkur smá smakk úr sýningunni. Hvað ætlið að flytja okkur? Eitt uppáhaldslögunum okkar eða? Já, þetta er svona stutt og lítið lag sem fjallar svona þessa nostalgíu sem að heltekur fólk ansi oft það hvað allt var hreinlega betra í gamla daga. Já, og sérstaklega þessum síðustu og verstu, þá sér maður það bara hvað þetta var allt miklu betra. Og við köllum það þáþrá. Þáþrá. Já. Take it away.
um Holsveiki